Komiði sæl áhorfendur góðir. Þetta eldhúsmeistarana á ferð í kringum landið. Við erum á Fáskrúðsfirði. Foss Hótel Austfirðir og hérna fundum við skemmtileg safn. Heyrðu, ég varð að hafa þetta alveg rétt eftir. Norðurljósahús Íslands. Norðurljósahús Íslands? Já. Yes, ég sagði það rétt. Heyrðu, segðu okkur svolítið frá og nafnið þitt. Jóhanna Kristín Hauksdóttir heiti ég. Og þú ert svona áhuga ljósmyndar búin að koma þessu upp? Já, samt 3 öðrum. Já. Við erum 2 sem að tökum þessar myndir. Hvernig datt ykkur í hug og þetta svo skemmtilegt hús og segðu okkur bara stuttu máli frá þessu húsi? Þetta elsta hús bæjarins, byggt 1882 og byggt sem sjóhús. Þar sem að menn voru gerðið út og veit svona sem ekkert alveg nákvæmlega hvað þetta var notað, en hvað lengi þetta var sjóhús. Síðan var þetta salthús og eftir það var þetta gert upp og var þá geymsla. Og síðan þetta orðið Norðurljósahús Íslands núna. Og hverju fengur þið þetta? Já, við sóttum að fá afnot af þessu húsi og vorum svo heppin að Kaupfélag Háskólavísinga og Lánavíslan. Já, þetta menning og þetta bara partur af því að laða að túristana, bæði Íslendinga og útlendinga. Já. Og hvernig þetta byggt upp? Takið þið bara myndir héðan á þessu svæði af Norðurljósunum? Já, þetta eingöngu myndir héðan á Fáskrúðsfirðinum. Og þeir eru með vídeósýningu og þeir labbið og segja frá hvað þetta og svona? Við höfum hitt hópa, nú svo sem ekki verið mikið, en var þetta að byrja í ár eða? Þetta byrja opnaði 15. maí. Já, þetta að byrja. Þetta glænýtt. Já. Ég ætla að tala við þetta í 5 ár. Já, þá voru það svakalega rík og þá voru það búið að auka á Íslandi iðnað sem heitir Norðurljós. Já, þá býðir út að borða. Nei, í alvöru tala, það bara, ég sé skal ég segja þér, ég með 2 restauranta út á Granda og fólk sem að færa sig á Norðurljósin, þeir segja þetta sé bara engu lagi líkt og meina það eins og við vitum alveg, þá ekki alltaf hægt að sjá á Norðurljósin. Nei. En þegar það sést, þá þetta bara one of a lifetime, segir fólkið. Þetta upplifun. Já, og koma hérna austur á vetrum, það nýtir hótelið betur, það nýtir mannskapin í Fáskrúðsfirði betur, þannig að þetta bara taumlaus hamingja. Eintóm hamingja, ekkert annars. Já. Og hvað þeir eru 3? Við erum 4 sem eigum þetta og við erum 2 sem tökum myndirnar. Já. Og svo eru svona smiðir og kallar sem setur þetta upp og svona, eigimenn. Já, við notum alla sem tjöldu því sem til Eldhúsmeistarana, þetta vil hvetja ykkur þegar þeir eru á ferð Austfirði að koma við á Foss Hótel Austfirði og svo þetta bara við hliðina á og ítrekkum aftur hvað þetta þetta safn. Og hvað það heitir? Það heitir Norðurljósahús Íslands og á Fáskrúðsfirði. Já, við hliðin á hótelinu. Á Fosshótel, já. Og hvenær opið? Það opið alla daga vikuna frá 12 hádegi til 9 kvöldi. Yes, og það hægt opið þá í samráði við Já, við höfum tekið hópa á morgnana Og eru útlendingarnir að koma á kvöldin fyrir mat og eftir mat og svona? Það svona allur gangur úr því, já það svona rennir í en ég menn þetta náttúrulega, við erum nýbúin að opna þetta. Já, þeir þetta að koma reynsla á þetta. Já, það á eftir að gera, við getum ekki. En so far, mér finnst þetta mjög huggulegt, húsið mjög aðlaðandi og skemmtilegt, hrátt en samt snyrtilegt. Og flottar myndir, bara gangi ykkur rosalega vel og áhorfendur INN, kíkið á þetta safn. Takk fyrir! Takk. Sæl áhorfendur góðir, þetta INN á mótorhjólum. Við höfum verið að fara út á land og taka viðtal við fólk í ferðabransanum, bæði matur og drykkur og það sem að ferðamaðurinn getur verið að skoða og Við vorum á hótelinu í gær og þeir bentu okkur á að við hliðina á
hótelinu væri bara ansi skemmtilegur svona galleri og markaður og við ætlum að fræðast þetta. Og nafnið þitt er? Ég heiti Ingigerður Jónsdóttir. Já. Og ég aðili hérna í Galleri Kolfreyju sem er handverksmarkaður heimamanna. Já, og þú ert stadd í ansi flottu húsi og byrjar kannski að segja okkur frá því húsi. Þetta hús hefur alltaf verið verslunarhús nema stuttan tíma sem að var hér svona útgerðar vörur gert við net og svona á tímabili. En þetta hús er byggt 1895 af Túlunníusaverslunum sem voru staðsettar á Eskifirði og þeir hafðu sitt útibú hér í þessu húsi. Og 1933 er kaupfélag Fáskrúðsfirðinga stofnað og þá eignast kaupfélagið hér húsnæði og sem sagt tók við verslun sem að þá lagðist af hjá hinum kaupmönnunum. Og ég tek eftir því ég kem hérna inn og alveg svo á Fosshótel húsar er minjavernd í þessu líka eða er þið hver gerir þetta upp hérna? Það er bara kaupfélag Fáskrúðsfirðinga gerði þetta upp. Já. Þetta var komið alveg hreint í niðurníðslu, bara orðið hálf ónýtt síðustu aldamót og þá drifu þeir í sem sagt stjórn kaupfélagsins og kaupfélagsstjórinn að láta gera þetta upp í upprunalegri mynd. Og þetta er nefnilega mjög vel hérna endurbætt. Meira að segja var mér sagt að panillinn, þú sérð ekki svona panil í húsum í dag. Nei. Að hann var fluttur inn frá Danmörku. Já. Og einni málningin sem var notuð í þetta, þannig að þetta er eins upprunalegt eins og hægt er. Já, ég tek eftir bæði á hótelinu og það er virkilega vandað til verka. Það eru góðu smiðir hérna á Fáskrúðsfirði. Já, og þeir komu líka að. Ég held að, já, aðalsmiðurinn. En er eitthvað meira í þessu húsi heldur en svona handverksmarkaður? Ekki ennþá, en það stendur til og mér hefur verið sagt af stjórn kaupfélagsins að það standi til að hafa hérna uppi svona sýningu á myndum og láta kannski rúlla í sjónvarpi myndir hérðan en það er ekki komið í gegn. Nei. En síðustu, þetta er 3. sumarið sem að þessi handverksmarkaður er hér og þetta eru sem sagt samtök heimafólks og brottfluttra, bæði karlar og konur, eiga sem sagt vörur hér. Já. Og þetta er allt saman heima og handunnið, bæði karlar og konur og það eru Fáskrúðsfirðinga bæði heimamenn og brottfluttur. Það er svona samlag. Og ef þú tekur þetta eru náttúrulega lópapeysurnar og hvaða meiri tegundir, við förum svona, tökum myndir af svo eftir. Hvað er svona vinsalast af þessu? Er það lópaflíkurnar? Já, lópaflíkurnar renna náttúrulega alltaf út en svo erum við með 4 silfursmiði á okkar vegum og það er hérna líka saumaskapur og hekl og þetta er allt saman mjög vinsælt, virðist vera. Já. Segiðu mér hérna, eru það útlendingarnir sem kaupa mest eða Íslendingarnir líka? Hvernig er meistrið? Íslendingarnir hafa verið mjög duglegir að heimsækja okkur og já, þeir versla mikið. Útlendingarnir koma líka við. Já, líka, og þeir kannski meira að skoða heldur en að kaupa líka? Nei, þeir kaupa líka minni. Já, það er allt mögulegt. Og í fyrrasumar þá kom dálítið kafli sem var frekar kalt, þannig seinnipartinn í fyrrasumar og þá seldum við mikið á húum og vettlingum til útlendingarna. Já, það þeim var orðið svolítið kalt á höndunum stundum og þá komu þeir hingað og keyptu sér. Já, en segðu mig, hvað ert þú til dæmis að búa til? Ég hef verið aðalega í bútasaum. Já. Og ert að dunda þér í þessu allan veturinn og svona á sömurinn og svona alltaf að taka í svo hann er þér? Alltaf. Já, maður er alltaf með eitthvað bæði á prjónunum og eins í saumavélni. Já, það er alltaf eitthvað. Það er bútasaum og ertu líka að búa til lópapeysur og hanska og vettlinga? Já, vettlinga og sokka. Já. Sokkar sem er bara gömlu góðu lópasokkarnir sem eru mjög vinsælir af göngumönnum í gönguskóna. Áttu til dæmis kannski lítið lópasokk utan yfir þetta? Alveg örugglega. Já, ég ætla að fá eitthvað hérna að mér alltaf langaði í lópasokka hérna áður og ég var með þetta í gamla daga. Já. Heyrðu, og hvernig líst þér svo á samstarfið eins og hérna með Fosshótel? Það hefur verið mjög gott. Já,
og mikið lyftistöng fyrir samfélagi hérna að fá svona flott hótel, drífandi hótel og mikið af ferðamönnum og þetta eru svona samlegðar áhrif, það græða allir þegar einu gengur vel og þá meina þetta styður ykkar ekstra að hafa þetta hér, það ekki mikið? Sko þetta náttúrulega bara ótrúlegt að fá þessa uppbyggingu hér og þetta bæði ofboðslega vel unnið, huggulegt og bara skemmtilegt í alla staði og þetta hefur aukið sko ferðamannin allt árið. Þetta ekkert bara yfir sumarið og Austfirðingar nýta sér þetta mjög mikið og þau hjá Foss Hótel, þau hringja í okkur ef það koma hópar sem að langa til að koma hérna á þeim tíma sem ekki opið. Og þá opnið þið bara? Já, þá alltaf farið og hérna... Þetta kallast að vinna saman. Það gerir það og saman, já, hún mjög góð. Já, og maður heyrir það bara stiður hvern annað og þetta bara búið að vera í 3 ár og viðtökurnar rosalega góðar og næstu 15 árin, 10 árin, 5 árin. Bara ókomna framtíð. Eintóm sæla. Já, við verðum að vona það. Áhorfendur góðir allt land, við erum svo hefnir að INN að það allt land sem INN sést og fólk að ferðast mikið á sumrum Íslendingar, þetta íslensk stöð, við tölum íslensku og ég vil hvetja ykkur að koma hérna af Fáskrúðsfjörð, þetta svona miðfjörðurinn hérna á Austurlandinu og þetta inn í þorpinu, þið getið ekki mista af þessu, þetta bara við hliðin á hótelinu. Þetta ekki rétt hjá mér? Hvernig staðsetningin getur þú útskýrt þetta betur hvar við erum? Nei, ég get ekkert útskýrt það neitt betur og hérna opnunartíman hjá okkur yfir sumarið frá klukkan 10 á morgnana til 6 á kvöldin. Annan tíma fyrir hópar bara hægt að opna eftir BH. Já, en bæði vor og haust þá erum við hérna frá hérna sennilega 2 til 6. Já. En það símanúmerið hérna á hurðinu og ekkert annað en hringja og þá kemur einhver hlaupandi og bara hlökkum til að sjá alla. Já, hvetjum áhorfendur INN, komið og kíkið á þegar kíkið á hóteli og þetta í leiðinni, þetta rosa gaman. Takk fyrir!